Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi. Klukkan er 20:10. Já, það er þriðjudagskvöld, 22. apríl. Maður er bara svo vanur að það sé mánudagskvöld. En annar í pásku var náttúrulega í gær, þannig að við höfum þáttinn bara í kvöld. En ég kom að línuna núna Pétur Marino hjá MMA fréttum. Kóttu blessa á sætlæðingi. Blessaður. Hvernig hefur það? Bara mjög gott. Það er væntanlega komið smá spenningur í því það ekki fyrir næstu helgi því að þá er Cage Contender. Akkurat. Það er 4 Íslendingar að keppa þar. Já. Og hvaða höfðingir eru þarna að fara að keppa? Þetta er Magnús Ingi Ingvarsson, Diego Björn Valencia, Egill Edvin Hjördísarsson og Birgir Örn Tómasson. Þetta er sem sagt 3 áhugamannabardara en Diego er að fara í sinn fyrsta atvinnumannabardara. Diego er þekktari það ekki fyrir að keppa í karate yfirleitt? Jú, hann er markaldur íslenskur í karate en búið með núna 3 amatörubardara og búin að vera duglegur að æfa glímuna undanfarin ár og hann er núna bara hörsku góður allstaðar. En hvernig svona, já, líkurnar í því að menn eins og Diego sem er að fara að keppa sem fyrsta bardaga á hann einhverju möguleika að vinna? Já, hann er náttúrulega búið með áhugamannabardaga, búið með 3 þannig að þetta verður þessi próbardagar aðeins öðru þessi reglur, það eru þynnri hanskar og lengri lotur og eitthvað svo leiðis en ég held að hann sé alveg tilbúin í þetta. Hann er búin að vera að stefna að þessu í smá tíma, alltaf að taka 1 amatörbardag viðbót og svo próf en svo bara bauðst hann á þessi bardag bara fyrir 10 dögum síðan eða viku eða eitthvað. Og hann mætir hérna Norður Íra sem að, já, er með 8 atvinnubardaga baki? Já, þetta er svona einhver lokal hetja hana sem er, já, ég sá myndið á hann leit bara mjög vel út og ég held að þetta sé mjög góður svona boxari en ég get alveg trúið að það væri gaman að sjá svona karate versus box bardaga hana. Já. En svo er aldrei að veita hann að Diego eða þessi kúk, það er ekki bara bardaðin í gólfi. En hvernig er með, já, svo Diego og hérna og hinn er svona hálfgeir boxari, hvernig blandast þetta saman? Geta þið bara enda saman á gólfinu bara? Já, þetta getur náttúrulega farið hvernig sem er, sko. Maður veit ekki alveg hvernig hann er í gólfinu, allan ég séð það. En eini töpun hans að koma eftir, sem sagt uppgjörtök að þessum misjón, þannig að maður má ætla hann sé veikara þar heldur en standardi og Diego er orðinn mjög góður á gólfinu sjálfur, þó hann hafi byrjað sem karate-gæi. Já. Hann er komið fjólflópalli í útsug sem er bara mjög gott. Þannig ég get alveg trú að Diego getur tekið hann niður bara og söppa hann. Já. En að hinnum bardagunum, Magnús Ingi, hann mætir hérna Jamie O'Neill. Akkurat, þetta verður 3. áhugamannabardagans Magnúsar, en hann er bara síðast fyrir, einhvern veginn í maí fyrra og hann hefði litið mjög vel út núna á æfingum, allan það sem ég sé og svo keppti hann í boxi í febrúar og hann segir að hann bardaði eftir tæknilegt rótök og hann leit bara, ég held ég aldrei sé að hann líta svona vel út í boxinu, þetta var bara beautiful að sjá þetta og svo var hann alltaf að bæta sig í glímunu og hann leika nautsterkur og ætlar að berja þessi léttvind í fyrsta skipti og ég held að þessi fáir sem eru í léttvind sem eru jafn sterkir á hann þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með því. Magnús Ingi, hann er svona mest megnis boxari eða ekki? Nei, hann er alveg góður ástæðar en hann er náttúrulega búinn að keppa í glíminu og boxinu líka en það bara, hann er bara að bæta sér statt og stuðut á öllum vikstum. Já. En svo er það Birgir Örn Tómasson? Já. Hann er svona mestu svona mútæ-gæi í rauninni, hann er búinn með einhverja 2 mútæ-bardaga og 2 boxbardaga held ég og þetta er svona fyrsta skipti sem hann keppir í MMA, hann er frekar nýr í allan að keppisliðina, nýjasti meðlumurinn þar og það væri mjög gaman að sjá hann róta einhvern Íra, ég man ekki alveg hvað hann heitir núna en það væri, ég held að það sé fáir sem jafn góður og hann standandi allan að í svona þessu leveli. Já. Og svo Egill Hjördísarsson, sagður það ekki? Jú. Já. Hann er einmitt að fara að keppa sinn annan bardaga. Hann verður í millivigt og hann er
hann að keppa við andstæðing sem Diego barðist við síðast í september. Þannig að við þekkjum hann smá og hann litói sem mjög góð boksari og lítur allan vel út á löpunum. Diego sigur hann eftir arbar í annar lóti fyrra og ég held að þetta getur verið hörkubardaði. Ég búin að vera æfa stutt í kemsliðinu og ekkert svo langt sem hann byrjaði bara að æfa MMA en hann ótrúlega fljótur að læra og bara að taka sér íþrótt bara með nýjum hæðum bara. Já. En hvernig svona mesta stemningin, hvaða bardagi svona áhugaverðastur að þeim? Það þetta að gera upp á milli en ef ég þyrfti að segja þá það bardagi Diego. Þetta náttúrulega próbardagi, atvinnumannabardagi, það svona aðeins öðru sér stemning og ég eiginlega spenntur fyrir að sjá hvernig Diego gengur á móti þessum gæja. Já. En aðal bardagi kvöldsins, það fyrirhundi maður sem keppti við Gunnar Nelson, eða ekki? Nei, hann reyndar dottinn út. Það átti að vera hann. Það átti að vera Jeff Monson á móti einhverjum íra en Jeff Monson hefur hætt við einhverjum ástæðum. Já. Alltaf ekki bara þegar hann sá að það voru 4 Íslendingar að fara að keppa og það eru ekki litist á þetta? Jú, hann verið hjátrúðil fullu kassi. Já. En hvernig svona, það átti, einhverju fleiri svona áhugaverðir bardar þetta kvöld? Nei, það ekkert einhver þekkt nöfn á þessu karti, þessu bardagi kvöldi. Þetta nú aðalega mikið áhugamannabardaðum og svo líka nokkri svona atvinnumannabardaðar. En ég held að sé ekkert eitthvað svona þekkt nöfn þannig séð. Þetta bara frábær stekkpallur fyrir það sem vilja komast lengra. Og tilvalið eins og til og með Gunnar Nelson, hann bara tvisar í cage-contender, þannig að þetta alveg, mann geta komast langt eða standa sig vel hana. Já. En hvernig annars svona, eitthvað mikilvægt mikið að gera, það náttúrulega alltaf eitthvað að gerast hjá ykkur? Já. En hvað svona stendur helst svona síðustu 2 vikurnar? Það náttúrulega bara þessi bardagar, það bara margt búið sem snýst í kringu það núna. Og þetta svona, svo náttúrulega Mjölnir að fá nýtt búr sem verður svona, næstu því jafnstórt og UFC-búrið sem nú einhver 9 metrar þvermáli eða eitthvað. Já. Það var heilmikil breyting fyrir keppnislega að æfa í þennan búri. Annars svo sem ekki mikið sem dettur í akkurat núna. Já. En svo Gunnar Nelson að fara að taka að sér eitthvað ansi skemmtilega glímu á í FanFest. Akkurat. Hann að glíma á einhverja 10 starfsmenn CCB og þeir eru ég held að séu allir búin að æfa einhverja glímu undanfarna mánuði, þannig að þetta verður ekkert bara nýlegar og svo hann fær enga hvíld heldur. Þetta var bara leið og hann búin að vinna eitt, þá kemur bara næsti. Og það engin tímamörk neitt eða stig, það bara glímt þannig til annað gefst upp og býst nú við að veri ekki Gunnar Nelson sem gefst upp. Já, nákvæmlega. En, fylgjastu mikið með bóksinu? Ekkert að viti, sko. Nei, ég var bara að spá í bardánu sem núna, fylgstu helgin í maí, Floyd Mayweather og Mahita, hvað heitir hann? Já, það ekki alveg, ég fylgist greinilega oflítið með. En hvernig annars svona stemningin hjá Fjölni? Þið eru ennþá með, eða ekki, þriðjudagsglímunum eitthvað frægu? Jú, MMA-fréttum, við erum alltaf með þriðjudagsglímunar og föstudags topplistinn. En svo erum ég búin að vera að taka viðtöl við krakkana sem eru að keppa núna. Það alltaf byrstast núna svona, tökum 1 á dag. Já. Og gær byrstu viðtöl við Magnús Inga, sem hægt að finna sig inni bara núna. Og svo tókum við viðtal við Egill sem kemur á Vísi og svo á morgun kemur Birgir Örn og svo klárum við þessa seríu með Diego. Já, nákvæmlega. Þetta bara svona stutt viðtal að spyrja út í hvernig þeim líður þar að keppa og svona hvernig tilfinning þetta og alls konar. Eitthvað skömm að því eins og fyrir Diego sem var að keppa í fyrsta atvinnumannabardagan skömmi því að hann myndi tapa til dæmis? Hann alls ekki, þetta eins og segja, hann tók hann að bardaga í síðustu viku bara með 10 daga fyrirvara
og vanlega menn að taka svona barða með minnst mánuði, þetta náttúrulega svona í það skemmsta, en Diego svo mikill, en segir alltaf já við öllum svona tækifærum, hann fighter, hann ekkert að hugsa hvort að fyrst að gera hitt og þetta, hann bara tilbúin að berjast, bara hvernig sem Já, enda, er hann margfaldumeistari í karate hérna á Íslandi? Já, og mikla keppnisreynslu og svo tók hann sér fyrsta boxbarda í síðustu viku og stóð sér mjög vel þar og sigraði. Þannig að 1 tap í fyrsta atvinnumannabardaðinu eftir að taka hann með 10 daga fyrir, það er engin skömmið því og þetta er mjög góður andstæðingur. Pétur Marino, þakka kærlega fyrir og þetta og fleira til á mmafréttir.is. Nákvæmlega, takk. Bestu þakkir. Já, var ekki langt hlustu góður, við ætlum að halda frá í sportinu, það er hérna knattspyrnuspjalli eða enski boltinn, það er Ragnar Vignir sem verður hérna í spjalli ef að barnið hans ekki grátandi núna. Hann á náttúrulega unga barn heima fyrir og ef að hann er ennþá að hugga barnið þá förum við yfir í handboltan. Og það er náttúrulega títt að segja að þessi bardagar fara allir fram á næstkomandi laugardag og það eru mitt 4 Íslendingar að keppa í Cage Contender næstu helgi. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.